Herra Haukur, þið virtust ekki hafa mikið fyrir þessu í kvöld. Nei, bara stemmingin góð hjá okkur. Þannig að við erum bara að undirbúa okkur fyrir mikilvæga leiki og við ætlum að fara langt í hérna úrslitakeppni, þannig að það mér ekkert óvart, sko. Annað árið í röð fer aðalþjálfarinn ykkar í eitthvað smá frí eða í aukavinnu. Og fyrsti leikur eftir að hann kemur tilbaka, þá eru þið bara að spila ykkar besta leik á tímabilinu. Er þetta eitthvað sem þið ætlið að bara setja í samninginu og Ívari eða hvað? Það fær reglulega í frí? Já. Nei, alls ekki, ég veit það ekki. Hvernig var undirbúningur fyrir þennan leik til dæmis? Það er alltaf sama, ég meina, Ívar er náttúrulega bara í sambandi við Steinar og Villa og við, bara sama og alltaf, Það var engin breyting, nema ég var ekki þarna til að tuðja okkur, þannig. En að leiknum, hvað er það svona komin járginu þeir og óvart inn í kvöld? Þeirra leikur og... Ég veit ekki, ég held við hefum bara verið vel undirbúnir, sko. Eða einbyttum okkur á okkar leik bara og hérna... Spiluðu fastan varnarleik? Já, ég meina, við mættum ekki tilbúnir í bikarinn og það situr fast í okkur. Tindastóll var miklu harðan við þar og það var miklu meiri barátta en búið að leyfa í deildinni, þannig að við erum bara undirbúið okkur undir það og ákveðnir að mæta bara að fullri hörku í alla leiki núna. Það er óvægt að segja að þið séu tilbúnir í næsta leik sem er stórleikur. Já, við bara nokkuð spenntir fyrir honum, sko, verð ég að segja. Stórleikur, við höfum ágætis prógram eftir og það er ekkert að slaka á núna, sko. Það er nóg eftir. Takk fyrir þetta.